sko leikmyndin ekki hugsuð sem hluti af stærri heild, heldur sem lokaður heimur og og hugmyndirnar á bakvið útlitið á henni og svolítið komin út úr innbyltingunni af því að mér finnst það og okkur fannst það mikilvægur kannski svona grunnur af verkinu af því að það náttúrulega þá sem að við byrjum að byggja stórt og iðnaður verður til í stóri mynd og mengun byrjar að vera eitthvað sem komið til að vera og byrjar að vera vandamál og hefur bara aukist síðan og og hún gerði okkur kleift náttúrulega að auka lífsgæði miklu leyti en fer ákveðin tortíming í gang líka. Þannig ég byrjaði svona að skoða bara svona byggingatækni og hvað okkur var kleift að gera með innbyltingunni og þá var náttúrulega fjölda framleiða og byrja að byggja úr stáli og málmum í miklu meira mæli en var áður og gera svona byggingar sem að líti út fyrir að vera léttar, miklu svona fíngerðara byggingarefni og fór að skoða bara byggingar eins og Crystal Palace sem var alltaf svolítið svona tákmynd innbyltingarinnar og Eiffel-turnin og svo í framhaldinu rafmagnsmöstur og þessar stóriðju strúktúra og mér fannst það mjög spennandi. Leikritið gerist á 3 stöðum, það á heimili Stockmann-hjónanna, 3 þættir og 1 þáttur á ritstjórnarskrifstofu og 1 þáttur í heimili vinar Stockmann-hjónanna, það sem borgarafundur. Og mér fannst mikilvægt að leikmyndin gæti breyst og svona þróast í verkinu og og gæfi þó hún svona gæfi okkur ekki raunsanna mynd af þeim stöðum sem við værum á og það gæti orðið einhver breyting og einhver þróun og og þá fór ég svona að vinna með þessar hreyfanlegu einingar og það sem mér fannst líka skemmtilegt að vinna með það sem við erum með hringsvið svona hugmyndum einhvers konar vél. Í búningunum eins og í leikmyndinni langaði okkur ekki að setja verkið í períódu og eins að langaði okkur ekki að staðsetja það algjörlega í nútímanum heldur eða í einhverju ákveðnu bæjarfélagi. Okkur langaði ekki að segja, heyrðu, þetta leikrit gerist í Keflavík eða í Reykjavík eða á Akureyri eða okkur langaði að búa til einhverja mynd sem við tengjum við íslensku samfélagi og búningarnir væru á einhvern nátt nútímalegir. Okkur langaði líka að vísa í tíman þegar að leikritið skrifað, alveg eins og í leikmyndinni að verkið í sjálfu sér mjög nútímalegt og þegar maður les það áður en að það gerð ný leikgerð að þá kallast mjög margt á við samtíman og okkur langaði ekki að kannski að má það út heldur að vísa einhvern veginn í þessa fortíð og kannski fyrir uppsetningar og að það væri þegar maður horfði á verkið og þó að tungumálið sé nútímalegt og búningarnir séu allir eitthvað sem við gætum gengið í dag að þá gefa þér samt einhverju tilfinningu fyrir fortíð og þeim tíma sem að verkið skrifað.